Apostulasagan, 25. kafli. 3 dögum eftir að Festus hafði tekið við umdæmi sínu fór hann frá Sesareu upp til Jerúsalem. Æðstu prestarnir og fyrirmenn gyðinga báru þá sakir á Pál fyrir honum og báðu hann að veita sér að málum gegn honum og sýna sér þá velvild að senda hann til Jerúsalem. En þeir hugðust búa honum fyrirsátt og vega hann á leiðinni. Festus svaraði að Páll væri í varðhaldi í Sesareu, en sjálfur færi hann bráðlega þangað. Látið því, sagði hann, ráðamenn ykkar verða mér samferða ofan eftir og lögsækja manninn ef hann eitthvað sekur. Festus dvaldist þar ekki lengur en í 8 daga eða 10. Síðan fór hann ofan til Sesareu. Daginn eftir settist hann á dómstólinn og bauð að leiða Pál fram. Þegar hann kom, umkringdu hann gyðingar þeir sem komnir voru ofan frá Jerúsalem og báru á hann margar þungar sakir sem þeir gátu ekki sannað. En Páll varði sig og sagði: Ekkert hef ég brotið, hvorki gegn lögmáli gyðinga, helgidóminum, né keisaranum. Festus vildi koma sér vel við gyðinga og mælti við Pál: Vilt þú fara upp til Jerúsalem og hlíta þar dómi mínum í máli þessu? Páll svaraði: Ég stend nú fyrir dómstóli keisarans og hér á ég að dæmast. Gyðingum hef ég ekkert rangt gert, það veistu full vel. Sé ég sekur og hafi framið eitthvað sem dauða sé vert, mæli ég mig ekki undan því að deyja. En ef ekkert hæft í því sem þessir menn kæra mig á enginn með að selja mig þeim á vald. Ég skýt máli mínu til keisarans. Festus ræddi þá við ráðunauta sína og mælti síðan: Til keisarans hefur þú skotið máli þínu, til keisarans skaltu fara. Nokkrum dögum síðar komu Agrippa konungur og Bernike til Sesareu að bjóða Festus velkominn. Þegar þau höfðu dvalist þar nokkra daga, lagði Festus mál Páls fyrir konung og sagði: Hér fanginn okkur sem Felix skildi eftir. Þegar ég kom til Jerúsalem, báru æðstu prestar og öldungar gyðinga á hann sakir og heimtuðu hann dæmdan. Ég svaraði þeim að það væri ekki venja Rómverja að framselja nokkurt sakborning fyrr en hann hefði verið leiddur fyrir ákærendur sína og átt þess kost að bera fram vörn gegn sakargiftinni. Þeir urðu nú samferða hingað og lét ég engan drátt á verða, heldur settist daginn eftir á dómstólinn og bauð að leiða fram manninn. Þegar ákærendurnir komu fram, báru þeir ekki á hann sakir fyrir nein þau illræði sem ég hafði búist við. Heldur áttu þeir í einhverjum deilum við hann átrúnað sjálfra þeirra og Jesú nokkurn, látinn mann sem Páll segir lifa. Fannst mér vandi fyrir mig að fást við þetta, og spurði Pál hvort hann vildi fara til Jerúsalem og láta dæma máli þar. En hann skaut máli sínu til keisarans og krafðist þess að vera hafður í haldi þar til hans hátign hefði skorið úr. Því bauð ég að hafa hann í haldi þangað til ég gæti sent hann til keisarans. Agrippa sagði þá við Festus: Ég vildi sjálfur fá að heyra manninn. Hinn svaraði: Á morgun skalt þú hlusta á hann. Daginn eftir komu Agrippa og Bernike með mikilli viðhöfn og gengu ásamt hersveitarforingjum og æðstumönnum borgarinnar inn í málstofuna. Festus bauð þá að leiða Pál inn. Festus mælti: Agrippa konungur og þið menn allir sem hjá okkur eruð staddir. Þarna sjáuð þið mann sem veldur því að allir gyðingar, bæði í Jerúsalem og hér, hafa leitað til mín. Þeir heimta hástöfum að hann sé tekinn af lífi. Mér varð ljóst að hann hefur ekkert það framið dauða sé vert, en sjálfur skaut hann máli sínu til hans hátegnar og þá ákvað ég að senda hann þangað. Nú mér ekki fullljóst hvað ég á að skrifa keisaranum hann. Þess vegna hef ég leitt hann fram fyrir ykkur og einkum fyrir þig, Agrippa konungur, svo að ég hafi eitthvað að skrifa að lokinni yfirheyrslu. Því það líst mér fráleitt að senda fanga og tjá eigi leið sakargiftir gegn honum.
Apostulasagan, 27. kafli. En Agrippa sagði við Pál: Nú þér leyft að tala þínu máli. Pál rétti þá út höndina og bar fram vörn sína. Lánsamur þykist ég, Agrippa konungur, að eiga í dag í þinni áheyrn að verja mig gegn öllu því sem gyðingar saka mig Því heldur sem þú þekkir alla siðu gyðinga og ágreiningsmál. Því bið ég þig að hlýða þolumóður á mig. Allir gyðingar þekkja líf mitt frá upphafi, hvernig ég hef lifað með þjóð minni, fyrst í æsku og síðan í Jerúsalem. Það vita þeir mig, viljið þeir unna mér sannmælis, að ég var farisei frá fyrstu tíð, fylgdi strangasta flokki trúarbragða okkar. Og hér stend ég nú lögsóttur af því að ég trúi því sem Guð hét forfeðrum vorum, og vorar 12 kynnkvíslir vona að öðlast með því að dýrka Guð án afláts nótt sem dag. Fyrir þessa von ég nú ákærður konungur, og það af gyðingum. Hvers vegna teljið þið það ótrúlegt að Guð veki upp dauða? Sjálfur taldi ég mér skylt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesú frá Nasaret. Það gerði ég og í Jerúsalem, hneppti marga hinna heilugu í fangelsi með valdi frá æðstuprestunum og galt því jákvæði að þeir væru teknir af lífi. Og í öllum samkundunum reyndi ég þrásinnis með pyndingum að neyða þá til að afneita trúsinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Þá ég var á leið til Damaskus slíkra erinda með vald og umboð frá æðstuprestunum, sá ég konungur á veginum miðjan dag, ljós af himni, sólu bjartara, leiftra mig og þá sem mér voru samferða. Við fjallum allir til jarðar og ég heyrði rödd sagði við mig á hebresku: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Erfitt verður þér að spyrna móti broddunum. En ég sagði: Hver ert þú, Herra? Og drottinn sagði: Ég Jesús, sem þú ofsækir. Rís nú upp og statt á fætur. Ég birtist þér til þess að þú þjónir mér og segir frá því að þú hefur séð mig, bæði nú og síðar ég mun birtast þér. Ég mun senda þig til gyðinga og heiðingja og vernda þig fyrir þeim. Þú átt að opna augu þeirra og snúa þeim frá myrkri til ljós, frá valdi Satans til Guðs, til þess að þeir trúi á mig og öðlist fyrirgefningu syndanna og arf með þeim sem helgaðir eru. Fyrir því gerðist ég, Agrippa konungur, eigi óhlýðin hinni himnesku vitrun, heldur boðaði ég fyrst þeim í Damaskus og í Jerúsalem, síðan alla Júdeubyggð og heiðingjunum að taka sinnaskiptum og snúa sér til Guðs og sýna það í verki. Sakir þessa gripu gyðingar mig í helgidóminum og reyndu að ráða mér bana. En Guð hefur hjálpað mér og því stend ég allt til þessa dags og vitna bæði fyrir háum og lágum. Mæli ég ekki annað en það sem bæði spámennirnir og Móse hafa sagt að verða mundi, að Kristur ætti að líða og fyrstur rísa upp frá dauðum og boða bæði gyðingum og heiðingjunum ljósið. Þegar Páll var hér komin í vörn sinni, segir Festus hári raustu: Óður ert þú, Páll, þitt mikla bókvit gerir þig óðan. Páll svaraði: Ekki ég óður, göfugi Festus, heldur mæli ég sannleiks orð af fullu viti. Konungur kann skil á þessu og við hann tala ég af einurð. Eigi ætla ég að honum hafi dulist neitt af þessu, enda hefur það ekki gerst í neinum afkima. Trúir þú, Agrippa konungur, spámönnunum? Ég veit að þú gerir það. Þá sagði Agrippa við Pál: Með litlu hyggur þú að geta gert mig kristinn. En Páll sagði: Þess bið ég Guð, hvort sem lengur dregst eða skemur, að ekki einungis þú, heldur og allir sem til mín heyra í dag, verði slíkir sem ég að frátöldum fjötrum mínum. Þá stóð konungur upp og landstjórinn, svo og Bernike og þeir þar sátu með þeim. Þegar þau voru farin,
sögðu þau sín á milli. Þessi maður fremur ekkert sem varðar dauða eða fangelsi. En Agrippa sagði við Festus: Þennan mann hefði mátt láta lausan ef hann hefði ekki skotið máli sínu til keisarans. Postulasagan, 27. kafli. Þegar ákveðið var að við skildum sigla til Ítalíu, voru Páll og nokkrir bandingjar aðrir seldir í hendur 100-höfðingja Júlíus hét úr hersveit keisarans. Við stigum á skip frá Adramítium sem átti að sigla til hafna í Asíu og létum í haf. Aristarkus, makedónsku maður frá Þessalóniku, var okkur samferða. Á öðrum degi lentum við í Sídon. Júlíus sýndi Páli þá mannúð að leyfa honum að fara á fund vina sinna og þiggja umönnun þeirra. Þaðan létum við í haf og sigldum undir Kýpur því að vindar voru andstæðir. Þá sigldum við yfir hafið, undan Kilikíu og Pamfílíu og komum til Míru í Líkíu. Þar fann 100-höfðinginn skip frá Alexandríu sigla átti til Ítalíu og kom okkur á það. Siglingin gekk tregt allmarga daga. Komumst við með herkjum móts við Knítus, en þar bægði vindur okkur. Þá sigldum við undir Krít við Salmóne. Við beittum þar hjá með naumyndum og komumst á stað einn sem kallast Góðhafnir í grennd við borgina Laseu. Enn leið drjúgur tími og sjóferðir voru orðnar hættulegar, enda komið fram yfir föstu. Páll vildi því vara þá við og sagði við þá: Það sé ég, góði menn, að sjóferðin muni kosta hrakninga og mikið tjón, ekki einungis á farmi og skipi, heldur og á lífi okkar. En 100-höfðinginn treysti betur skipstjóra og skipseiganda en því Páll sagði. Höfnin var óhentug til vetrarlegu. Því var það flestra ráð að halda þaðan ef þeir mættu ná Fönix og hafa þar vetrarlegu. Sú höfn á Krít og veit til út suðurs og út norðurs. Nú rann á hægur sunnanvindur. Hugðust þeir þá hafa ráð þetta í hendi sér, léttu akkerum og sigldu fram með Krít nærri landi. En áður en langt leið skall á af landi ofan fárviðri, hinn illræmdi landnyrðingur. Skipið hrakti og varð því ekki beitt upp í vindinn. Slóum við undan og létum reka. Við hleyptum undir litla ei sem nefnist Káta. Þar gátum við með naumyndum bjargað skipsbátnum. Þeir náðu honum upp og gripu til þeirra ráða sem helst máttu til bjargar verða og reyrðu skipið köðlum. Þeir óttuðust að þá myndi bera inn í syrtuflóa, því felldu þeir segl og létu reka. Daginn eftir hrakti okkur mjög undan ofviðrinu. Þá tóku þeir að ryðja skipið og á 3. degi vörpuðu þeir fyrir borð með eigin höndum búnaði skipsins. Dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu. Tók þá að þrjóta öll von að við kæmumst af. Nú höfðu menn lengi einskis matar neitt, þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti: Góðir menn, þið hefðuð átt að hlíta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá hefðuð þið komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég ykkur til að vera vonglaðir, því engin ykkar mun lífi týna, en skipið mun farast. Því að á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess Guðs sem ég heyri til og þjóna, og mælti: Óttast þú eigi, Páll, fyrir keisaran átt þú að koma. Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir, góðir menn. Ég treysti Guði að svo muni fara sem við mig hefur verið mælt. Okkur mun bera upp á einhverju eyju. Á miðnætti, þegar við höfum hrakist Adríahaf í hálfan mánuð, þóttu skipverjar verða þess varir að land væri í nánd. Þeir vörpuðu grunnsökku og reyndist dýpið 20 faðmar. Aftur vörpuðu þeir grunnsökku litlu síðar og reyndist dýpið þá 15 faðmar. Þeir óttuðust að okkur kynni að bera upp í kletta og köstuðu því 4 akkurum úr skutnum og þráðu nú mest að dagur inni. En hásetarnir reyndu að strjúka af skipinu. Þeir settu bátinn útbyrðis
og þóttust vera að færa út akkeri úr framstafni. Þá sagði Páll við hundraðshöfðingjan og hermennina: Ef þessir menn eru ekki kyrrir í skipinu, getið þið ekki bjargast. Hermennirnir hjuggu þá festar bátsins og létu hann fara. Undir dögun hvatti Páll alla til að neita matar og sagði: Þið hafi nú þraukað hálfan mánuð fastandi og matarlausir. Það nú mitt ráð að þið matist. Þess þurfið þið ef þið ætlið að bjargast. En engin ykkar mun einu hári tína af höfði sér. Að svo mæltu tók hann brauð, gerði Guði þakkir í allra augsýn, braut það og tók að eta. Urðu nú allir hressari og fóru líka að matast. Alls vorum við á skipinu 276 manns. Þá þeir höfðu etið sig metta, léttu þeir á skipinu með því að kasta kornfarminum í sjóinn. Þegar dagur rann, kenndu þeir ekki landið, en greindu víkeina með sandfjöru. Varð það ráð þeirra að reyna að hleypa þar upp skipinu. Þeir losuðu akkerinn og létu þau eftir í sjónum, leystu leið stýrisböndin, undu upp framseglið og létu berast undan vindi til strandar. Þeir lentu á rifi, skipið strandaði, stefnið festist og hrærðist hvergi, en skuturinn tók að liðast sundur í hafrútinu. Hermennirnir ætluðu að drepa bandingjana svo að enginn þeirra kæmist undan á sundi, en hundraðshöfðinginn vildi forða Páli og kom í veg fyrir ráðagerð þeirra. Bauð hann að þeir sem syndir væru skyldu fyrstir varpa sér út og leita til lands, en hinir síðan ýmist á plönkum eða braki úr skipinu. Þannig komust allir heilir til lands. Postulasagan, 28. kafli. Nú sem við vorum heilir á land komnir, fengum við að vita að eyjan hét Malta. Eyjarskeggjar sýndu okkur einstaka góðmennsku. Þeir kynntu bál og hlintu að okkur öllum, en kalt var í veðri og farið að rigna. Páll tók saman hrísvöndul og lagði á eldinn, skreið þá út naðra undan hitanum og festi sig á hönd hans. Þegar eyjarskeggjar sáu kvikindið hanga á hendi hans, sögðu þeir hver við annan: Það víst að þessi maður manndrápari, fyrst refsinornin lofar honum ekki að lifa, þótt hann hafi bjargast úr sjónum. En hann hristi kvikindið af sér í eldinn og sakaði ekki. Þeir bjuggust við að hann myndi bólna upp eða detta sviplega dauður niður, en þá þeir höfðu beðið þess lengi og sáu að honum varð ekkert meint af, skiptu þeir og sögðu hann Guð vera. Í grennd við stað þennan átti búgarð æðsti maður á inni, Publius að nafni. Hann tók við okkur og hélt okkur í góðu yfirlæti 3 daga. Svo vildi til að faðir Publiusar lá sjúkur með hitaköstum og blóðsótt. Páll gekk inn til hans, baðst fyrir, lagði hendur yfir hann og læknaði hann. Eftir þetta komu aðrir þeir sjúkir voru á inni og voru læknaðir. Höfðu þeir okkur í hávegum og við skildum sigla, gáfu þeir okkur allt sem við þurftum til fararinnar. Að liðnum 3 mánuðum lögðum við til hafs á skipi frá Alexandríu sem legið hafði við eina veturinn og bar merki tvíburana. Við tókum höfn í Sýrakúsu og dvöldumst þar 3 daga. Þaðan sigldu við í sveig og komum til Regium. Að degi liðnum fengum við sunnanvind og komum á öðrum degi til Puteoli. Þar hittum við trúsiskin og báðu þau okkur að dveljast hjá sér í viku. Síðan héldum við til Rómar. Kristir menn þar fréttu okkur og komu til móts við okkur allt til Appiusartorgs og Þríbúða. Þegar Páll sá þá, gerði hann Guði þakkir og hrestist í huga. Við vorum komnir til Rómar var Páli leyft að búa útaf fyrir sig með hermanni þeim sem gætti hans. Eftir 3 daga stemdi hann saman helstu mönnum gyðinga. Þegar þeir voru samankomnir sagði hann við þá: Bræður, ekkert hef ég brotið gegn þjóð okkar eða siðum feðrana, en samt ég fangi, framseldur Rómverjum í Jerúsalem. Þeir yfirheyrðu mig og vildu láta mig lausan af því að á mér hvíldi engin dauðasök. En gyðingar mæltu á móti og neyddist ég til að skjóta máli mínu til keisarans.
ekki þó til þess að ákæra þjóð mína. Sakir þessa hef ég kallað ykkur hingað, að ég mætti sjá ykkur og tala við ykkur, því vegna vonar Ísraels ber ég þessa hlekki. Þeir svöruðu: Við höfum ekki fengið bréf þig frá Júdeu og eigi hefur heldur neinn bræðranna komið hingað og birt eða talað nokkuð illt þig. Rétt þykir okkur að heyra hjá þér hvað þér býr í huga, en það okkur kunnugt flokk þennan að honum allstaðar mótmælt. Þeir tóku til dag við hann og komu þá mjög margir til hans þar sem hann dvaldi. Frá morgni til kvölds skýrði Páll og vitnaði fyrir þeim Guðs ríki og reyndi að sannfæra þá Jesú, bæði eftir lögmáli Móse og spámönnunum. Sumir létu sannfærast af orðum hans, en aðrir trúðu ekki. Fóru þeir burt ósamþykkir sín í milli, en Páll sagði þetta eitt: Rétt það sem heilagur andi lét Jesaja spámann segja við forfeður ykkar. Far til líðs þessa og seg þú: Með eyrum munu þér heyra, en alls eigi skilja, og sjáandi munu þér horfa, en ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum, og augunum hafa þeir lokað, svo að þeir sjái ekki með augunum, né heyri með eyrunum, og skynji með hjartanu, og snúi sér, og ég lækni þá. Nú skuluð þið vita að Guð hefur sent heiðingjunum þetta hjálpræði sitt og þeir munu hlusta. Full 2 ár var Páll þar í húsnæði sem hann hafði leigt sér og tók á móti öllum þeim sem komu til hans. Hann boðaði Guðs ríki og fræddi Drottinn Jesú Krist með allri djörfung, tálmunarlaust.